Kæru félagar, verið velkomin á 47. þing BSRB. Yfirskrift þingsins að þessu sinni er Þjóðin kýs almannaþjónustu. Það endurspeglar áherslu bandalagsins í baráttunni fyrir betra samfélagi, ekki síst í uppbyggingu þess nú þegar heimsfaraldurinn er búin að taka yfir og efnahagskerfið er að sjá við sér eftir baráttuna. Við höfum einstakt tækifæri til þess að móta það samfélag sem við viljum búa í eftir COVID og við höfum að grípa það tækifæri. Eitt af því sem að BSRB hefur lagt þunga áherslu á undanfarið er staða starfsfólks í almannaþjónustunni sem hefur verið í framlínunni í heimsfaraldrinum. Í rúmlega 1,5 ár hefur álagið á þennan hóp verið gríðarlegt. Ekki bara í vinnunni, heldur líka í einkalífinu, þar sem að margir hafa lokað sig af til að draga sem mest úr líkum á því að bera smit inn á vinnustæðin eða til viðkvæmra hópa. Þetta er fólki okkar sem að starfar í nánum persónulegum samskiptum við fólk á spítulum, hjá heilsugæslunni, við sjúkraflutninga, í velferðarþjónustu við aldraða, fatlaða og sjúka. Við erum að tala starfsfólk almannavarna, lögregluna, strætisvagnabílstjóra og fleiri ómissandi hópa. Við getum ekki ætlast til þess að þau standi vaktina endalaust án þess að fá eitthvað á móti. Framlínufólkið á miklu meira skilið heldur en þakklætið eitt og sér og við köllum eftir því að þau fái álagsgreiðslur í samræmi við það sem að þau hafa lagt á sig við að koma samfélaginu út úr þessum heimsfaraldri. Við þurfum líka að huga að heilsu starfsfólks í almannaþjónustunnar, sér í lagi þeirra sem hafa hlaupið sífellt hraðar síðustu mánuð og ár. Við vorum ekki enn búin að jafna okkur eftir harkalegan niðurskurð í kjölfar bankahrunsins 2008 þegar faraldurinn skall á. Nú verðum við að staldra við og hugsa starfsfólkið, til dæmis með því að skima fyrir kulnun og sjúklegri streitu og bregðast við þegar hættumerki koma í ljós. Það er svo miklu betra og ódýrara en að gera ekki neitt og standa svo allt í einu frammi fyrir því að starfsfólki hverfi frá störfum í stórum stíl af því að það getur einfaldlega ekki meir. Við hjá BSRB höfum lagt mikla áherslu á að það sé ekki hægt að skilgreina stöðugleika í samfélaginu út frá efnahagslegum stærðum eingöngu. Það verður ekki síður að líta til þess að launafólk hafi félagslegt öryggi svo það nái endum saman, komið þaki yfir höfuðið og búi við jafna möguleika og tækifæri á öllum sviðum samfélagsins. Við megum heldur ekki gleyma þörfinni á að tryggja öldruðum áhyggjulaust ævikvöld og bæta kjör öryrkja sem eru til hábornar skammar. Við megum með öðrum orðum ekki einblína eingöngu á efnahagslegan stöðugleika án þess að tryggja leið félagslegan stöðugleika. Heimsfaraldurinn hefur sýnt okkur hvers megnugt okkar góða velferðarkerfi er þegar á reynir. Við eigum að byggja þetta kerfi upp og styrkja það, en það mun ekki gerast nema við séum að vinna markvisst að því að ná þeim markmiðum sem að er stefnt og við veitum nægilegu fé í velferðarmálin. Við megum ekki hlusta á fagurgala þeirra sem að lofa öllu fögru ef að við bara leggjum niður opinbera þjónustu og komum verkefnum í hendur einkaaðila. Það er ekki hagsmunir almennings að fjárfestar geti grætt á því að þjónusta veika eða aldraða. Þetta og fleira verður eflaust tekist á við myndun nýrrar ríkisstjórnar. Það ætti ekki að hafa farið fram hjá neinum sem hafa opnað fjölmiðla undanfarið og séð einhverjar af auglýsingum BSRB að við erum með þær væntingar að hér verði mynduð ríkisstjórn sem leggur áherslu á að byggja upp almannaþjónustuna. Hún hefur langt árabil sætt niðurskurði í mörgum tilvikum frá því fyrir bankahrunið. Þær viðbætur sem hafa komið inn eru ekki fullnægjandi til þess að almannaþjónustan virki sem skyldi. Ný ríkisstjórn verður að bregðast við þessari stöðu. Reynslan eftir hrunið 2008 sýndi okkur að það voru alvarleg mistök að skera harkalega niður. Það eru allar alþjóðastofnanir sammála og þessi niðurskurður, hann dró úr getunni til þess að skapa verðmæti. Við höfum sem betur fer ekki farið sömu leið í kreppunni sem að heimsfaraldurinn gat af sér og það er mín von að sú ríkisstjórn sem að verður mynduð núna eftir kosningar átti sig á þessum veruleika og styrki almannaþjónustuna enn frekar. Almannaþjónustan er grunnurinn sem allt okkar samfélag byggir á. Talsmenn einkaframtaksins virðast stundum halda að hún sé nokkurs konar dragbítur á samfélaginu.
Raunin hins vegar sú að án öflugrar almannaþjónustu virkar ekki samfélagið, enda byggir hún undir verðmætasköpun og nýsköpun í landinu. Í stað þess að fjársvelta almannaþjónustuna og skera niður þurfum við að einblína á að skapa tækifæri og þekkingu sem nýtist vinnumarkaðnum í heild sinni til að skapa verðmæt störf. Það í raun óskiljanlegt að atvinnurekendur kalli ekki eftir því að almannaþjónustan verði sem öflugust. Jafnrétti á vinnumarkaði eitt af stóru baráttumálum BSRB. Það kemur eflaust lítið á óvart enda 2/3 hluta félagsmanna aðildarfélaga bandalagsins konur. Konur sem að fá að meðaltali talsvert lægri laun en karlar og það miðar hægt við að útrýma því misrétti á vinnumarkaði. Ein af stærstu ástæðunum fyrir kynbundnum launamun hversu kynskiptur vinnumarkaðurinn þegar við horfum til atvinnugreina. Að því að konur og karlar gegna að miklu leyti til ólíkum störfum á vinnumarkaði. Opinberar tölur sýna að við sem samfélag höfum lengi vanmetið störf sem aðalega sinnt af konum og greitt kvennastéttum lægri laun en karlastéttum. Þetta á til dæmis við umönnunarstörfin sem að konur sinntu áður launalaust inn á heimilum en sinna núna í láglaunastörfum á vinnumarkaði. Vanmat á störfum kvennastétta byggir ekki á ásetningi að mismuna, heldur það til komið vegna sögulegra, menningarlegra og kerfisbundinna ástæðna. Stjórnvöld lýstu því yfir í tengslu við kjarasamninga aðildarfélaga BSRB í mars 2020 að stofnaður yrði starfshópur endurmat á störfum kvenna. Hópurinn skilaði nýlega tillögum sínum sem að geta varðað leiðina að því að leiðrétta kjör kvennastétta. Við ætlum ekki að bíða þolinmóð eftir því að þær breytingar gerist að sjálfu sér. Við verðum að grípa til aðgerða til þess að knýja þær fram. Næsta skref á þeirri leið að fara að tillögum starfshópsins og þróa samningaleið jafnlaunakröfur, koma á fót þróunarverkefni mat á virði starfa og stuðla að frekari þekkingaruppbyggingu og vitundavakningu. Loftslagsmálin brýnasta viðfangsefni samtímans og það nauðsynlegt að verkalýðshreyfingin fyrir hönd launafólks í landinu sé þátttakandi í þeirri vinnu sem framundan Þar leggjum við höfuð áherslu á réttlát umskipti. Í því felst að sköpuð verði góð og græn störf sem að veita vinnumarkaðstengd réttindi. Það ekki síður mikilvægt að kostnaðurinn og ávinningurinn sem af breytingunum hlýst deilist með sanngjörnum hætti. Í dag staðan sú að þeir efnameiri fá skattaívilnanir vegna orkuskipta í samgöngum á meðan bættar almenningssamgöngur á 15 ára áætlun. Þetta dæmi forgangsröðun sem við teljum alls ekki í anda réttlátra umskipta. Það augljóst að það verður engin sátt aðgerðir í loftslagsmálum án aðkomu samtaka launafólks og við hjá BSRB tilbúin að leggja okkar að mörkum í þessa vinnu. Á þessu 47. þingi BSRB líka viðeigandi að fagna þeim sigrum sem við höfum náð. Í síðustu kjarasamningu náðum við langþráðum áfanga þegar við sömdum styttingu vinnuvikunar. Vinnuvikan hjá dagvinnufólki var stytt allt niður í 36 stundir á meðan vinnuvika vaktavinnufólks styttist að lágmarki 4 stundir og alltaf 8 fyrir þau sem að ganga þyngstu vaktirnar. Það var alltaf ljóst að það myndi koma upp áskoranir þegar við gerum svo umfangsmiklar breytingar á vinnutíma svo fjölbreyttra starfsstétta. Það því enn verk að vinna við að tryggja að markmið vinnutímastyttingarinnar náist fyrir alla hópa sem að sömdu hana. Við sjáum þá strax að heilt á litið við að ná markmiðum okkar að bæta heilsu félagsmanna og auðvelda samþættingu vinnu og einkalífs. 47. þing BSRB fer fram með öðrum hætti en áður vegna heimsfaraldursins. Í dag munum við klára mikilvæg verkefni á borð við lagabreytingar og kosningu í embætti en málefnastarfinu sem veganestið inn í alla okkar starfsemi verður frestað þangað til að öruggt að koma aftur saman. Það ábyrgðarhlutur að stefna saman þingfulltrúum sem eiga það sameiginlegt að starfa innan almannaþjónustunnar allt land á þessum vísjaverðu tímum og þess vegna eðlilegt að hinkra með málefnastarf þar til að betur stendur á. Það ljóst að það verður þó nokkur endurnýjun í stjórn bandalagsins á þessu þingi af því að mikið af okkar reyndasta fólki að stíga til hliðar.
Þó það sé alltaf eftirsjá eftir öflugu og reynslumiklu fólki, þá það líka tilhlökkunarefni að fá ný og fersk sjónarmið inn í starfið. Ég tók við sem formaður á 45. þingi BSRB í október 2018 og ég hef lýst því yfir að ég gefi kost á mér til endurkjörs hér á 47. þingi bandalagsins. Síðustu 3 ár hafa verið gríðarlega viðburðarík og þó ég sjá ekki framtíðina fyrir, þá gef ég mér að það verði meira en nóg af verkefnum á næstu 3 árum líka. Ég hef minnst á nokkur þeirra, til dæmis afleiðingar heimsfaraldursins, baráttuna fyrir öflugri almannaþjónustu, styttingu vinnuvikunar, kjör kvennastétta, loftslagsmálin og fleira. Og þó okkur finnist að kjarasamningslotunni sé nýlokið, þá þurfum við að byrja að undirbúa okkur fyrir komandi kjarasamningsviðræður. Það verður eitt af verkefnum nýrrar stjórnar að finna bestu leiðirnar til að styðja við aðildarfélögin í þeirri vinnu. Það eru næg verkefni framundan og ég vonast til þess að þið veitið mér áframhaldandi umboð til þess að leiða baráttuna. Að því sögðu okkur ekkert að vanbúnað að hefjast handa, kæru félagar, ég segi 47. þing BSRB sett.